Vá, ég glemdi mér aðeins þarna. Vá, hvað þetta var blessa, Kamila, Binni, hann fór bara á kostum þarna. Þetta var bara geggjað. Takk, Jesús. Er ekki gleði í húsinu? Er ekki bjartsýn í húsinu? Það held ég nú, Guð er góður. Það er alveg sama hvað, hann er góður. Hann er alltaf góður, bara velkomin á samkomu. Velkomin á samkomu og það er gott að vera í húsi Guðs í dag. Og við ætlum að nota tækifæri og við ætlum að lofa hann. Og mér er alveg sama hvort að við séum í slæmum kringumstæðum eða góðum kringumstæðum. Við ætlum að lyfta upp höndum og við ætlum að segja Drottinn, ég horfa á þig og ég þakka þér. Því að þakklæti er algjörlega grunnur að hamingju, gott fólk. Og við höfum svo ofboðslega margt að vera þakklátt fyrir. Vá, hvað við erum blessuð að búa bara á landinu okkar. Þvílík blessun. Þannig í dag, setjum allt í hliðar, lyftum upp nafni Drottins og lofum hann hér í dag. Því að það er nýtt tækifæri, það er nýtt upphaf hér í dag. Lofum Guð saman í Jesú nafni. Right
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the Mitt líf þín, allt sem ég hef, allt sem ég hef. Mín ást til þín, sérð hvert að ég minnist þín, vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þína legg ég allt sem ég hef, vegna þín ég á, vegna þín ég gef. Allt sem í mér til heyrir þér. Allt sem í mér til heyrir þér. Mitt líf
song to him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is he. Sing a new song to him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Let's sing and honor, sing them, glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. I will adore filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Filled with wonders, awestruck wonders, at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Yeah.
With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you.
Lord of Lords, Jesus Messiah, Lord of Lords. Já, hérna hér, dásamleg lofgjörð. Það er sigur í húsinu, finnið þið það? Það er sumar og sigur. Takk Jesús, hvernig væri að rísa eins og fætur og bara taka á móti. Mér langar bara til þess að við byrjum á því að gefa þessum snillingum gott klapp. Mér finnst svo mikilvægt að þau viti hvað við kunnum vel að meta þetta. Og það er ekki sjálfsagt að gefa tíma sinn með þessum hætti. Og Binni, takk fyrir hjálpina. Bróðir, þetta var frábært. Algjörlega. Dísi Guði, yndislegur. Og bara tónlistafólki okkar. Ég meina Kamila, hún hefði getað fætt á sviðinu. Við erum að tala hún er það langt gengin. Já, ég sagði líka við hana, við erum alveg tilbúin hér. Við erum vön að taka móti nýju lífi hér. En henni fannst þetta eitthvað pínu spes að vera hérna upp á palli og hugsanlega fæða, þannig ég veit ekki. Hún er ekki alveg tilbúin fyrir þetta nýja sem að ég er að... Nei, já, nákvæmlega. En biðjum fyrir því líka út af því hún er settur dagur er á morgun. Og ég veit ekki með ykkur, ég hefði ekki viljað ganga fram yfir með mín 2 þarna. Þannig er það. Hvað ætla ég að gera? Ég datt út. Samskot. Ég man það núna. Samskot. Má ég spyrja, er ykkur með eitthvað sem þið viljið láta biðja fyrir hér í dag? Má ég svo hönd á lofti? Gústi, hann biður innilega að heilsa. Þakkarefni, hann er komin upp á spítala og er bara leiðinni í bara það sem hann á að vera að gera og hefði átt að vera í fyrir löngu síðan. En það eru örugglega mörg bænarefni á hjart okkar. Og bara núna í trú að þá lyftum þeim upp fram fyrir Guði og byggjum líka fyrir samskotunum sem við ætlum að taka. Drottin, við bara komum fram fyrir þig, Jesús, með öll okkar bænarefni. Drottin, ég þakka þér fyrir að þú bæði heyrir og þú svarar. Og Drottin, sum bænarefnin hafa stigið upp til þín lengi. Og Drottin, af hverju það er, það veit ég ekki, en stundum er það nei, stundum er svarið nei, stundum er það já og stundum er það ekki núna. Drottin, gefðu okkur náð til þess að bara vera þolgóð á göngunum með þér, Drottin, og ég bið að blessa einn og sér hvern hér í dag. Drottin, það er nýr dagur, það er nýtt upp af Drottin, það eru nýtt tækifæri fyrir okkur í dag. Hjálpa okkur til þess að taka mótið þeim, Jesús, og ég bið fyrir einum og sér hverjum að við göngum inn í þá köllun sem að þú hefur fyrir líf okkar. Og allt sem að segir okkur að við getum ekki gert það, brýt ég af fólki í Jesú nafni, í Jesú nafni, í Jesú nafni. Og svo að lokum byrjum við að sjálfsögðu fyrir samskotunum. Drottin, þú sannarlega blessir. Þú blessar glaðan gjafara. Og gefðu okkur, Drottin, þetta gjöfulega hjarta og við byrjum í Jesú nafni. Amen. Posi frammi.
Amen, takk fyrir þetta, Matti minn. Hann var að segja mig það, hann Eyvi, það var eitthvað rosa árekstur og slys við Hvalfjarðargöng. Ef við ekki að rísa eins og fætur, bara biðja fyrir því. Við gerum aldrei of mikið af því að biðja. Það er bara þannig. Og ég trúi því að Guð geti mætt þessu fólki sem hefur lent í þessum hremmingum. Og Steinn og þau eru að koma hérna inn, þau eru vitni að þessu. Þannig að við ætlum að bara biðja fyrir þessu. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig, Drottinn, með það sem að gerðist. Þarna, Drottinn, við Hvalfjarðargöngin, Drottinn, og ég biði fyrir öllum þeim sem að eigum sárt að binda. Og Drottinn, ég bara biði að mæta þeim, Jesús, með þinni elsku, með þinni kærleika, Drottinn, viltu umvefja hvern einasta einn, Drottinn. Og mér langar líka að biðja fyrir fólkinu sem var fyrir þessum bruna. Drottinn, allir aðstandendur, fólki sem að bjóða þarna við óeðlileg, hræðileg skilyrði, Drottinn. Viltu umvefja þetta fólk og alla aðstandendur sem að hafa misst, Drottinn, og skilja ekki uppni niður, Drottinn, og ég biðjum að koma með þitt réttlæti inn í þessar aðstæði, Drottinn, og endurreisn, algjöra endurreisn, Drottinn, til allra þeirra sem eru hlutaðeigandi. Og við biðjum í Jesú nafni. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Drottinn blessi ykkur, fá ykkur sæti. Mér langar til að biðja alla menn að koma hérna. Kannski rétt aðeins að biðja fyrir orði Guðs sem að fara að ganga út í Jesú nafni. Já, amen. Guð er góður. Amen. Já, amen. Alltaf. Já, við fundum það þegar við vorum að biðja fyrir stundin áðan. Ferskleika Guðs. Og það er svo gott að vita að á hverjum degi er nýtt upphaf. Ég var einmitt að hugsa það í morgun, þar sem Jesús segir, ég mun aldrei yfirgefa þig. Ég sleppa þér hendinni nýja yfirgefa þig. Aldrei. Þannig að hugurinn getur farið einhvert. Hann getur verið bara út á túni og tilfinningarna geta farið einhvert og maður segir, já, ég er svo fjarlægur og ég er búin að fjarlæga Guð og ég er ekki, hann er einhvers staðar annar staðar. En sannleikurinn er samt sá að það hefur ekkert breyst. Hann mun aldrei yfirgefa mig neð sleppa mér hendinni. Þannig að hvað þarf ég þá að gera til að finna þetta að býtu, ok, hann yfirgefur mér aldrei. En mér líður þannig, af hverju? Hvað þarf að breytast? Hann segir í Rómverjabréfinu, endurnýju hugarfarið. Það er nú ekki mikið flóknara en það. Ég þarf aðeins að fara að hugsa, býtu, hvað er ég að gera sem orsakar það af hverju líður mér þá svona. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Við sleppa þér hendinni. Amen. Þannig að, og við fundum það svo sannarlega þegar við vorum að biðja á þann, þessi svona ferski andi Guðs að starfa, yndislegt. Og þegar við komum hér saman, það er svo trúar hvetjandi og styrkjandi, þessi 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni, í Jesú nafni, þar er hann mitt á meðal. Þannig hann er hér að starfa og fyrir þig sem ert að horfa, hann er hjá þér líka og hann vil blessa þig. Rosalega blessað að sjá Kamilu upp á sviði. Við tölum það, þetta er rosaflott PR-stuntatriði að Kamila myndi bara eiga hér í beinni útsetningu. En ég trúi því að þetta er alveg að bresta hjá Kamilu og ég veit að þetta verður góð fæðing. Hún mun ganga vel. Hún var glæsil hér uppi að lofa Guð með nýtt líf, alveg bara að berjast að komast út. Þannig að, amen, það var æðislegt. Bara blessað. Við skulum rísa á fætur þegar við biðjum fyrir orðið Guðs. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þá náð og miskunn að við komum hér saman fram fyrir auglið þitt, fáum að lyfta upp þínu heilaga nafni, lofa þig og vegsama þig fyrir það hver þú ert í Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að þessi 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal. Þú gengur hér og vilt tala við okkur, eiga samfélag, mæta okkur, blessa okkur, hvetja okkur og uppörfa, Drottinn minn.
þér til heilla, þér til dýrðar og þér til vexandar Jesús. Ég þakka þér fyrir Sibbu mína þegar hún talar orð þitt. Ég bið að smyrja varir hennar. Ég veit að þú hefur gefið henni orð að mæla til okkar í dag. Gefðu okkur auðmýktar hjarta að taka á móti því, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að við fáum að vera hér í húsi þínu, fáum að nema þitt heilaga orð, taka á móti því og vera uppörfuð á göng okkar með þér, Jesús. Ég legg allt í þína hendur. Alla þá sem eru hungrar og þyrstir eftir þér, leggi í þínar hendur, Drottinn minn, og bið að blessa og mæta þeim í Jesús. Ég bið einnig, Drottinn minn, að á öllum okkar vegum, allt það sem við erum að gera, og þá munum við að gefa þér alla dýrð, lofgjörð og heiður í Jesú heilaga nafni. Amen. Þetta er dásamlega, Alli minn. Hann er svolítið með þetta. Yfirskriftin er jákvæðni, já takk. Akkurat. Nákvæmlega. Nei, ég sagði ekki vera svona neikvæð. Nei, ég segi jákvæðni, já takk. Mér var svolítið og ó í vikunni. Það var frétt að það bæði varandi brunan og líka það að það var verið að tala að það væri komin upp hópsýking aftur og ég man að ég las þessa frétt morguninn og fer síðan bara út, hitti töluvert af fólki þennan dag, svona óvenjulega mikið af fólki. Og ég upplifði strax hvernig ótti var komin aftur út í samfélagið. Það þarf svo lítið til, sérstaklega þegar við erum nýbúin að fara í gegnum eitthvað svona ótrúlega óþægilegt tímabil eins og við erum sannarlega búin að fara í gegnum. Og ég skynjaði bara ótta, kvíða, hvað gerist ef að þessar skimanir gangi ekki vel og það er kannski ekkert að marka þær og þið vitið, allt þetta fólk var búin að fara í gegnum skimun og það var búið að fá neikvæða niðurstöðu og svo allt í einu var það jákvætt og þetta var bara svona og fólk fór bara, ég fann að það bara, margir bara föðruðu upp, sérstaklega fólk sem að kannski er í áhættuhópi og maður bara skilur það. Það er bara ósköp eðlilegt að vera pínu áhyggjufullur yfir stöðum mála. En það er svo mikilvægt og Biblían kennir okkur að við eigum að vera jákvæð. Við eigum að vera jákvæð. Og Guð getur nefnilega látið allar kringumstæður snúast upp í eitthvað gott. Jafnvel vondar kringumstæður geta enda með því að verða okkur til mikils góðs. Og vá hvað ég hef oft séð Guð einmitt gera það. Í gegnum eitthvað svona ömurlega reynslu að þá kemur eitthvað bara ótrúlega dýrmætt. Og það er sá Guð sem við þjónum. Hann er gjörsamlega magnaður og hann getur látið allar kringumstæður verða okkur til góðs. Jákvætt viðhorf, það leiðir til jákvæðs lífs. Neikvætt viðhorf leiðir til neikvæðs lífs. Svolítið svona að segja sér sjálft, ekki satt. En það er þannig. Hvað er bjartsýni? Þegar ég tala bjartsýni, hvað er ég að tala Og mér finnst oft þegar ég er að skilgreina einhverja svona hluti í mínum kolli, þá finnst mér gott að kannski útskýra hvað er það ekki. Bjartsýni er ekki afneitun á raunveruleikanum. Við gerum okkur öll grein fyrir því að þetta eru krefjandi kringumstæður, COVID-kringumstæðnar, afleiðingar á COVID, fjárhagslega kringumstæður fyrir marga. Það er ekki afneitun á kringumstæðum. Það þýðir heldur ekki að við stingum hausnum í sandinn. Og bara ég er ekki hérna. Ég er alveg búin að reyna það virkar ekki. Út að ég er hérna. Það er ekki barnalegt viðhorf. Það er ekki að vera bara ótrúlega naív og einhvern veginn halda allt einhvern veginn smelli og eitthvað svona, þið vitið, svona barnalegt viðhorf. Það er ekki bjartsýni. Það er ekki blind trú eða óskhyggja.
Nú eru þau örugglega bara, hvað það þá, þú veist? Bjartsýni, og ég las þetta á netinu, þetta var aðili sem var búin að stúdera hvað bjartsýni var og vill meina það að fólk sem nær árangri í lífinu tilenga sér þetta viðhorf. Hann sagði, bjartsýni sannfæring góða framtíð eða hafa von jákvæða niðurstöðu. Ég ætla að lesa þetta aftur. Sannfæring góða framtíð eða hafa von jákvæða niðurstöðu. Það bjartsýni. Og ef við ætlum að bæta andlegri vigt í þetta, sem að mér finnst mjög mikilvægt að gera, því að þetta ekki bara mín orð, þetta eru orð Biblíunnar, þetta eru orð Guðs, þetta eru orð Jesú, að allt samverkar okkur til góðs, þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs, þeir sem kallar eru samkvæmt nákvæmlega. Biblían talar þetta, allt samverkar okkur til góðs. Þannig að bjartsýni ekki það að ég ekki að gangi gegnum erfiðleika, alls ekki. Heldur miklu frekar það, Drottinn, hvað þú að gera í mínu lífi í gegnum erfiðleika sem actually mér í vil. Það bjartsýni. Bjartsýni í rauninni annað viðhorf til lífsins. Þú ert að sjá sömu kringumstæður, þú ert bara að horfa á það frá öðrum stað. Það bjartsýni. Og Guð getur svo sannarlega notað erfiða kringumstæður til þess að breyta stefnu lífs okkar. Ég veit ekki með ykkur en Guð snillingur í að breytum stefnu í líf okkar með því að nota erfiða og krefjandi kringumstæður. Staðreyndin sú að ég hugsa ég tali fyrir fleiri, ég ekkert sérstaklega að breyta mér eða breyta ykkur í mínu lífi eða breyta farvegi lífs míns þegar allt gengur óskum. Ég bara ekkert að gera það. Það yfirleitt þegar ég komin yfir vegg inn í króið og ég hef ekki í önnur hús að venda að ég þarf að hugsa hlutin upp á nýtt. Þannig að annarkvort Guð að breyta stefnu á líf okkar með svona kringumstæðum eða hann að breyta okkur. Vinn. Það alltaf vinn. Þannig að við horfum ekki á kringumstæð sem við erum að gangi í gegnum sem þjóð eða bara sem heimur með sama hætti og fólk sem á ekki trú horfir á. Mér svo frábært að ég horfi tilbaka í gegnum alla þá reynslu sem ég hef farið í gegnum að vita það að það hefur alltaf verið eitthvað stærra og meira í gangi heldur en bara, þið vitið, kringumstæður. Það eitthvað verk, það eitthvað eilíft verk sem að Guð að framkvæma í mínu hjarta. Og staðreyndin sú, ef að hugsanir okkar eru fullar af ótta og kvíða og slæmum hugsunum, þá eru það ekki góða fréttir. Líf okkar nefnilega fer í þá átt sem sterkustu hugsanir okkar fara með okkur. Það bara staðreynd. Fólk sem á innihaldsríkt, gott, gæfuríkt líf, það fólk sem að tilenga sér aðra hugsun heldur en allir aðrir. Það bara staðreynd. Þannig að stoppum og hugsum hér í dag. Hvaða hugsanir eru ráðandi í okkar lífi í dag? Þegar þú horfir á þína framtíð, hvað hugsaðu? Ertu fullur af spenning, hlakkari til, eða upplifir ótta, kvíða eða eitthvað slíkt? Því ef þú upplifir ótta og kvíða, þá þarf að verða breyting hér á í dag. Og það sem svo frábært við það, Guð alltaf með nýtt upphaf. Það alltaf hægt að byrja upp á nýtt. Það alltaf hægt að temja sér ákveðið hugarfar. Og þið hafið kannski tekið eftir að ég legg mjög mikið upp úr því að tala jákvætt hugarfar. Af hverju? Því að ég á erfitt með það.
Ég tala það út að ég hef tilhneigingu til þess að vera frekar döpur, eðlisfæri. Ég veit að þið áttið ykkur ekki að því eða finnst það skrítið, ég hafði ekki tekið eftir því, en það er staðreynd. Ég fer ekki í ræktina til þess að líta betur út, þó svo að það sé kostur. Ég fer í ræktina til þess að búa til meira endorfín og dópamín þannig að mér líði betur. En ég hef líka fundið, vinir, að orð Guðs virkar. Ég hef líka fundið að þegar ég hef tileinkað mér ákveðið hugafar, þá breytist ekki bara líðan mín, framtíð mín breytist. Og vinir, í dag, við megum ekki bara vera heyrendur orðsins, við verðum að vera gjörendur. Þetta fólk er að leita fólki sem er ekta, sem hefur svör inn í kringumstæður sem eru erfiðar og flóknar og snúnar. Og vinir, við erum með svörin. Við þurfum bara að ganga fram í þeim í Jesú nafni. Má ég heyra með hann? Þannig að gæði lífs okkar endurspegla gæði hugsan okkar. Já, einmitt. Skoðum neikvæðni. Hvað er neikvæðni? Neikvætt fólk horfir á neikvæðar uppákomur sem persónlegar eða varanlegar. Vitið þið hvað ég er að tala um? Það er fólk sem segir, býtu, þetta kemur alltaf fyrir mig. Vá, óheppnin bara elti mig uppi. Ég er algjör lúser. Ekkert sem ég geri virkar. Ég er svo vondur, Guð veit að þetta er bara það sem ég á skilið. Það bara rignir yfir mig daginn út og daginn inn, eldi og brennisteini. Ok, fólk kannski fer ekki alveg þangað. En margir eru þarna og við þekkjum öll þessa týpur sem að barma sér okkur einasta degi og hugsa ykkur hvað er að draga að sér. Hugsa ykkur hvað þú ert að láta út af gnægð hjartans mælir munnurinn. Trúarinn að góða barátta, hvað felst í því? Að trúa orði Guðs framar okkar eigin hyggjuviti. Að játa fram það sem að Guð hefur sagt en ekki það sem að við erum að hugleiða. Og vinir, mjög margir fara að tala út svona bull lífsitt. Og það enda með því, vitið það, ef þið vakna á morgnana og hugsið, það er allt að fara að farast. Í lok dags þá lítið ekki við daginn og sett, vá, þetta var frábær dagur. Það bara mun ekki gerast. En við einhvern veginn höldum að þessi trúarinn að góða barátta sé eitthvað gæsóð, eitthvað moment, þar sem að við allt í einu erum breytt. Við erum allt í einu höndlum hlutina með einhverjum hættu öðruvísi. En það virkar ekki þannig. Trúarinn að góða barátta er val sem við þurfum að taka á hverjum einasta degi. Val það að ég kýs að láta hans höfðingjadóm stjórna mínu lífi. Og hann er með planvinir, hann er með magnað plan. Og ef að þú heldur að þú sért í ykkur vitleysu eða í ykkur volaði, þá langar mér að segja við þig að hann er við hlið þér. Upprisu kraftur hans er innra með þér. Þú getur risið upp úr öllum kringumstæðum. Öllum. Og láttu engan eða ekkert segja þér annað. Því að þá er viðkomandi bara... Já, ég ætla að segja, verið lutið en já, mamma. Ég ætla að segja, vík burt frá mig Satan. Ekki gera það við fólk sem að tala við ykkur með þessum hætti. Veit ekki hvort það virki. En þið veitir hvað ég meina. Við þurfum að hasta þessar raddir, hvort sem að það eru utanakomandi eða inn í okkur. Og kannski fyrst og síðast ef að raddirnar eru inn í okkur. Þá þurfum við að fara að hasta á þar og við þurfum að fara að segja eins og Jesús sagði þegar hann var reyndur og sendur út í eyðimörkina. Hann sagði, rita þér. Rita þér. Ritað er að ég er höfuð en ekki hæll. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Hann er með mér og hann er ekki á móti mér. Við þurfum að fara að játa út það sem að er sagt, það sem að Drottinn hefur sagt. Og í staðinn fyrir að láta þessa lygi rödd óvinarins stýra og stjórna okkar lífi. Enough is enough. Má ég heyra með þeim? Það er málið. Halleluja.
Það að vera blessaður og jákvæður og upplega gnægð hefur nefnilega nákvæmlega ekkert með seðlaveski okkar að gera. Það hefur með hugafar. Og þess vegna talaði allir að endurnýja hugsun okkar á hverjum einasta degi þá Drottinn að kenna okkur eitthvað. Og vinir til þess að ná árangur í lífinu, til þess að ná í tækifæri og annað sem að bjóðast okkur, þá þurfum við að vera endalaust að endurnýja hugsun okkar. Og það Guð með frábæra áætlun fyrir okkur, en hún ekkert endilega okkar áætlun. Og það kannski skarast leikar. Við höldum einhvern veginn, þegar við sjáum okkar framtíð, þá einhver rósa blöð og við bara löppum á þeim og allt verður bara dásamlegt, þú giftir þig. Þið vitið, það sem að þessi þvæla sem okkur kennd bara í gegnum bíómyndur og annað. Og mjög margir sem að bara upplifa, það bara árekstur í hjónabandinu. Hvað að gerast? Maki minn ekki alltaf sammála mér? Hvað það? Maki minn reyndar alltaf sammála mér. Já, hann það ekki. Væri búin að segja ykkur frá þegar við ætlum að kaupa gluggatjöld fyrir gluggan okkar heima. Við ætlum að velja liti í gluggatjöldin. Vitið þið hvað Alli vildi setja fyrir gluggana? Appelsínugul. Gluggatjöld. Nákvæmlega. Alli litblindur. Það hlýtur að vera. Nei, vitið það, ég var líka bara, og hann alveg bara Sibba. Því eitthvað sem hafi komið heim verið með risastóra glugga, það hefði orðið ekkert smá áberandi. Og hann alveg bara, Sibba, þetta uppáhaldsliturinn minn og vitið það þið haldið að ég sé að grínast? Ég var ekki að grínast. Alli var ekki að grínast. Og ég líka hélt að hann væri algjörlega að grínast. Nei, það tók okkur nokkra daga að fá alla til þess að skipta skoðun. Ég hefði bara flutt út úr húsinu hefði þetta gengið eftir. Ég líka bara, Alli, af hverju ertu með svona sterkar skoðanir innan hús? Hann var alveg sannfærður. Ég veit ekki af hverju ég kom heim með appelsínugula pröfur, en Alli var mjög heillaður. Nei, svona í alvörunni. Mörg okkar hugsa þú veist, hvað þetta? Allt inn í hjónabandi, það bara allt inn komin átök. Það leið Guðs til þess að slípa okkur til. Ég get alveg sagt ykkur það, við erum búin að vera gift í 20 ár og ég bara ekki sama manneskjan. Allir svona svipaður. Ég þurfti að breytast. En ég meina talaði við alla sem þekktu mig þegar ég var úlingur, ég meina Jóhanna getur tekið undir þetta, ég bara önnur manneskja. Það bara þannig. Af hverju? Og það maður brýnir mann. Veist, lífið á ekkert að vera eitthvað svona, ég hef grætt á því að hafa verið brýnd af alla. Grei, nú haldi allir að Alli sér rosa erfið. Það ekki máli, ég var erfið. En allavega, það hefur breytt mér. Og Guð notar nefnilega kringumstæður til þess að breyta okkur. Breyta farvegi lífs okkar með einhver mætti. Breyta farvegin með að breyta okkur. Og það svo gott, vinir, í staðinn fyrir að vera mögla kvart og kveina. Að byrja að sjá það jákvæða við hlutina. Því að það hamingja. Það nefnilega sannkvöllum hamingja. En við vorum að tala neikvæði. Fólk sem neikvætt. Veist, það lítur á allt sem eitthvað persónlegt. Já, Guð að hefna sín á mér. Og ég var þannig. Ég taldi allt sem gerðist var í rauninni bara mér að kenna. Ég eiginlega trúði ekki á kærleiksríkan Guð. Ég sagði það, en ég trúði ekki. Og staðreyndin svo, ef þú ætlar að ná árangur á þínu kristna lífi, þá verður að sjá Guð í réttu ljósi. Hann ekki hér til að hefna sín á þér. Bara alls ekki, hann með þér í liði. Hann heldur með þér. Hann vill að þú náir árangri. Og við þurfum að sjá hann sem kærleiksríkan. Og vinir, eftir ég uppgötaði Guð sem virkilega kærleiksríkan, sem með mér í liði, þá breyttist allt. Það breyttist allt. En hvernig fæði ég trúna? Já, ég þarf að lesa Biblíuna, ekki satt. Og fyrir mér, veist, við þurfum að svelta óttan, við þurfum að svelta vantrúna, en við þurfum að fæða trúna. Hvernig gerum við það? Með því að lesa orðið. Og fyrir mér oft, til dæmis eins og þessi ritningastæður, allt samverkar okkur til góðs. Ég fer að hugsa
Hver að segja þetta? Hver talar? Páll postuli að tala. Til hverra? Af hverju? Skoða jafnvel versina undan í hvað samengi. Og það svolítið athyglisvert að skoða versina undan, þá segir Páll, það góða sem ég vil gjöra, gjöri ég ekki. Hann var greinlega í óbalans. Hann var bara, ég reyna að gera það sem rétt en ég er alltaf að klúðra. En svo segir hann, og þetta er einmitt málið, og þetta getur við líka bara heimfært upp á okkar líf, hugsanir okkar fara hingað og þangað, en síðan tökum við það saman og segir, en allt mun samverka mér til góðs. Ég veit það að sá sem ég trú á, lætur allt samverka til góðs. Ég get farið hingað og þangað, en hann getur látið hluti ganga upp í mínu lífi sem ég séð ekki einu sinni. Má ég heyra amen? Davíð var nákvæmlega eins og við lesum Davíðssálmana. Fyrst byrjar hann á því að kvarta og kveina, svo í lok sálmsins þá tekur hann sér taki, en ég veit að þú ert stór. Ég veit að þú ert mikill. Ég veit að þú gerir furðuverk. Þetta sagði Davíð. Það var ekki það hann upplifði ekki eða hugsaði ekki neikvæðar hugsanir. Það var miklu frekar að hann tók þær taki. Hann tók þær taki og fór að tala út það sem var rétt og blessað í staðin fyrir að festast í ykkur volæði. Halleluja. Mér langar að fara í Rómverjabréfið og stendur: því að ég er þess fullviss að hvorki dauðin er líf, englar né tignir, hvorki yfirstandandi né ókomna, hvorki kraftar, hafði né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Hvað stendur þarna? Það er ekkert sem að getur gert okkur viðskila við kærleika drottins. Og aftur, ef við erum í einhverju neikvæðri hugsun og við höldum að drottin er bara á móti mér, hann er farinn, hann er ekki lengur með mér. Ég er búin að synda upp á náðina og ég veit ekki hvað og hvað sem oft við burðumst með. Þá kemur það svo skýrt fram að það er ekkert sem að getur gert oss viðskila við kærleika Guðs. Það er alveg sama hvað þú gerir. Ekki neitt. Þannig í staðin fyrir að búast við því að eldingin fara að ljósta mann í höfuðið, förum að vænta blessunar Guðs. Förum að vænta þess að Guð geti látið alla hluti samvirka okkur til góðs. Hvernig væri það? Eitt af því áhrifaríkasta sem að við getum gert tilenga okkur jákvætt hugafar er að tilenga okkur þakklæti. Það er ekkert sem virkar jafnvel og þakklæti til þess að vera jákvæður. Og staðreyndin er svo að jákvæðni, hún býr til hamingju. Hún býr til hamingju. Leið og þú hugsar jákvæð hugsun, þá kemur dópamín framleiðsla. Það er gleði tilfinning og þú áttar þig á að hlutirnir eru ekki sjálfsagðir. Við erum blessuð, ekki satt. Við erum blessuð. Ég var að lesa í tímarit daginn sem að mér fannst mjög athyglisvert. Upplifun þeirra sem að tilenga sér jákvætt hugafar og eru þakklætir. Þakklæti eyðir óæskilegum, toxískum tilfinningum. Finnst þið ekki magnað? Og þetta er rannsóknir. Ég er að lesa niðurstöður rannsókna. Þakklæti deyfir sársaukatilfinningu. Kamala fyrir þig, fyrir fæðingana. Þakklæti bætir svefngæði. Finnst ykkur þetta ekki merkilegt? Þakklæti minnkar magn kortisól í líkamanum. Þakklæti býr til frið. Þakklæti er hreinlega brú yfir í frið. Og staðreyndin er svo að þegar við erum að ganga gönguna með Guði, ég ætla að sýna ykkur hérna smá. Ég ætla að færa þetta hingað, veit ekki okkur mér finnst það sjást betur þar, en við sjáum hvað setur. Þegar við erum að ganga bara lífsins göngu, eins og við göngum öll.
Það kom alls konar hlutir upp í líf okkar og alls konar hlutir fara að þvælast fyrir okkur. Og við förum í gegnum erfiða reynslu og allt í hennu litast sýn okkar. Við förum að hafa áhyggjur. Við förum að vera kvíðin. Við förum að vera döpur. Það getur verið eitthvað sem hreinlega bara byrjar í æsku. Eitthvað sem er að trufla okkur eða eitthvað sem hefur gerst í líf okkar eða eitthvað. Og ef við dílum ekki við þetta og ef við tilengum okkur ekki það sem ég var að tala um áðan, jákvætt hugarfar, þakklæti og annað, þá bara bætist ofan á þetta. Og þetta er líf okkar, þetta er sýn okkar. Og allt í einu fyrir að vera gruggug. Allt í einu hættum við að sjá skýrt og við sjáum okkur ekki í eðlilegu samhengi. Við sjáum okkur ekki eins og Drottinn sér okkur. Og svona getur haldið áfram. Kvíðinn kemur, kvíðinn eykst, vanlíðanin eykst. Og við erum alltaf í einhverjum kringumstæðum sem okkur finnst óþægilegar og við erum orðin neikvæð. Við erum jafnvel orðin bitur. Við erum orðin reið. Guð, þú ert ósanngjarn. Guð, þú ert ekki réttlátur. Hver er svarið? Hvert er svarið við svona kringumstæðum? Sjáu þið. Það er komið grugg neðst og hugmyndin var að vatni er þið allt frekar dögt. Ég var ekki alveg búin að æfa þetta nóg mikið, en hvert er svarið við þessum kringumstæðum? Það er að leita sér hjálpar. Það er að tileinka okkur eitthvað sem að Guð segir okkur að tileinka okkur. Það er að játa fram líf. Drottinn, ég játa það fram. Ég er höfuð en ekki hali. Ég er blessuð en ekki undir vanblessun. Og við jafnvel byrjum á þessu og eftir 3-4 daga þá lítum við á það er ennþá eitthvað í botninum. Það er ennþá þessar tilfinningar. Þetta bara virkar ekki. En þá er ekki sniðugt að gefast upp og hætta. Heldur að halda áfram. Vitið það tekur langan tíma fyrir að koma okkur aftur í gír, til þess að koma okkur aftur í venjur sem að bera góðan ávöxt í líf okkar. Hvað gerum við? Við gefumst ekki upp. Við höldum áfram að tala. Við segjum, Drottinn, ég er þakklátt í dag. Ég er þakklátt fyrir maka minn. Ég er þakklátt fyrir börnin mín. Þau eru ekki fullkomin, en ég er þakklátt fyrir þau. Drottinn, ég er þakklátt fyrir að búa á Íslandi. Ég er þakklátt fyrir að þú ert með alla hluti í hendi þinni. Ég er þakklátt. Ég er þakklátt. Og hvað gerist þegar við erum þakklátt? Guð tekur þessa drullu sem var áður í líf okkar og allt í einu fyrir við að flæða yfir að náðans og miskunn og við verum aftur hvít sem snjór. Við erum aftur komin í þann farveg sem að Guð vill að líf okkar sé í. Og vinir, í dag að þá þurfum við að hætta að kvarta og kveina, mögla og sjá ekki í rauninni skóginn fyrir trjánum. Við þurfum að fara að þakka Guði fyrir allt það góða sem hann hefur gefið okkur. Og vinir, bara búa á Íslandi. Ég segi það aftur og ég hef sagt það áður, hvað við erum blessuð að búa hérna. Hvað við erum blessuð, öll tækifærin, öll lífsgæðin. Vinir, kirkjan þarf að rísa upp og verða svo sem hún á að vera. Má ég heyra með henn. Þannig í dag langar mig til þess að biðja ykkur að rísa á fætur. Og mér langar til þess að lesa fyrir ykkur í Filippibréfinu í 4. kafla. Verið ávallt glöð í Drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi yðar verið kunnugt öllum mönnum, Drottinn er í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn, með beiðni og með þakkargjörð. Og þá mun friður Guðs sem er æðri öllum skilningi, hann mun varðveita hjörtiður og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Að endingu systkin, allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt, hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, allt sem er dygð, hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Þið skulu gjöra þetta sem þið hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín
og Guð friðarins mun vera með ykkur. Má ég heyra amen? Mér langar til þess að minna ykkur á að Páll var í fangelsi þegar hann skrifaði þetta. Hann var í fangelsi. Gnæðin, muni eftir frásögn Önnu Frank. Hún sagði, þetta var lítið stelpa, ung kona sem var hneppt í varðhaldi í seinni heimsstyrjöldinni og hún fór í Hitler og gengið hans. Hún var hneppt í varðhaldi í mörg ár og hvað sagði hún? Hún sagði þau geta gert hvað sem við líkaminn, þau geta gert hvað sem við umhverfi mitt en þau geta aldrei fengið hugsanir mínar. Og vinir, það þarf að vera útgangspunktur okkar sem kristins fólk. Þau munu aldrei, þessi heimur mun aldrei ná hug okkar. Í Jesú nafni. Og það var það viðhorf sem að Páll hafði í fangelsi sagði, verið glaðir, verið alltaf glaðir. Því að þau ná aldrei hugsunum okkar í Jesú nafni. Drottinn við bara komið fram fyrir þig hér í dag. Ég þakka þið fyrir Drottinn minna að þú ert að brýna okkur hér til þess að vera ljós í þessum heimi. Og mætti ljósi skína, Drottinn minn, mætti þitt ljós skína. Og mætti þinn vilji verða, Drottinn, ekki minn vilji heldur þinn vilji. Og Drottinn gefðu okkur það að við mættum endur nýja hugsun okkar, tileinka okkur þakklæti, tileinka okkur jákvætt hugafar, vitandi það að allir hlutir geta samverkað okkur til góðs. Og Drottinn, ég bið fyrir einum og sérhverjum hér inni og þeim sem að hlusta. Drottinn, ég bið að ef að viðkomandi í erfiðum kringumstæðum, að í stað þess að horfa á kringumstæðnar og horfa á það sem að þú ert frekar að gera í kringumstæðunum. Þakka þið fyrir verki sem að þú ert að vinna innan með okkur. Þakka þið fyrir þá breytingu á lífstíl eða sem að þú ert að koma inn í líf okkar. Og Drottinn, ég bið sérstaklega fyrir þeim sem að eru fastir í fortíðinni, í biturleika eða öðru slíku, Drottinn, að þú heggur á hnútinn. Að fólk mætti finna fyrir kærleika þínum, Drottinn. Það ekkert sem að getur gert okkur viðskila við kærleika þinn. Og Drottinn, í dag að það eru margir sem eiga sárt að binda, Drottinn. En mættum við ekki horfa á kringumstæðurnar, mættum við horfa á þig. Og Drottinn, ég bið að lokum fyrir kirkju þinni. Að við mættum vera ljósberar. Að við mættum ekki bara vera eitthvað á sunnudögum heldur alla daga. Að fólk mætti taka eftir því, þessi manneskja á eitthvað. Og Drottinn, ég bið að kirkja þín mætti fara að rísa upp og ganga inn í þá köllun sem að þú hefur fyrir. Berjast trúarinnar góðu baráttu. Húraba shikira mahaya. Og Drottinn, ég bið Jesús að vilji þinn mætti ná fram að ganga með smára kirkju, með Guðs ríkið á Íslandi, með einstaklinga og fólk mætti stíga inn í það sem það á að vera að gera í staðin fyrir að vera aðeins áhorfandi. Og ég bið í Jesú nafni og allur liðurinn sagði amen og amen. Takk Jesús. Ég bið Guð að blessa ykkur en að sjálfsögðu, ef að þið eru hér og þið viljið fyrirbæn, þá er ég meirinn til í að biðja með ykkur. Og við erum fleiri og við erum tilbúin að biðja með ykkur, þannig að þið þurfum ekkert að flýta ykkur, það er nógu tími. Nóttin er ung, það er ekki einu sinni komið nótt. En þið vitið hvað ég meina, bara Drottinn blessa ykkur og varvit ykkur. Látið sína ásjónir lýsa yfir ykkur og gefa ykkur sinn frið. Amen og amen.